Nú ætla ég að fara að grunna meira. Grunnurinn sem að mér líkar best við er þessi hérna frá Plastic Coat, Spot Filler and Primer, og mér finnst hann alveg einstaklega skemmtilegur. En það er eiginlega enginn að selja hann hér á Akureyri, þannig að þá fór ég í Bíkó og keypti þennan hér frá Ace. Hann er miklu dekkri heldur en hinn, en þetta er svo sem ekki að gera neitt. Það sem er sniðugast við þennan grunn, það er þessi stútur hérna. Hann dreifir aðeins úr eins og að ræða alvöru sprautukönnu, og ef maður vill þá getur maður snúið þessu hvítastikki hérna og fengið hann þvert. En náttúrulega að setja aðeins á. Ég er með vanginn hérna og ég er búinn að pússa alveg niður, alveg grunninn, og reyna að fá hann eins léttan og ég get. Og nú ætla ég að setja þunnt lag af grunni á þetta. Það eina sem ég vil ekki núna, það er að hann fara að leka til. Inni við þetta. Ástæðan fyrir því er að ég vil fá þunnt lag, og ef ég væri úti þá gæti ég ekki stjórnað því eins mikið, vegna þess að það er eiginlega alveg sama hvaða mikið logn. Það er alltaf nógu vindur til þess að hreyfa við þennan úða sem maður er með. Nú er komið nóg af grunni, vegna þess að ég ætla síðan að pússa mikið til á honum aftur í burtu. En í millitíðinni þá þegar ég er búinn að pússa hér, búinn að segja grunna þennan hérna, það sem kemur í ljós þegar maður fer að síðan að skoða þetta er að það eru misfellur. Hérna til dæmis er eitthvað ljótt og hérna, og þá hefur maður nokkra svona, hvað að segja, nokkur völ. Eitt er að nota P38 og setja það í það sem eru stórar misfellur. Gallinn við það er að það verður svo helviti hart og það er svo leiðilegt að pússa það. Annað sem maður getur gert er að nota svona. Þetta heitir Motip Combi Spachtel Mastic Definition. Ég veit ekki hvaða efni er í þessu, en þetta er alveg einstaklega skemmtilegt spasl, og það er svona grænt á litinn. Hérna eru smá misfellur, og þá nota ég svona stálhníf, set bara smávegis af þessu á og set eins lítið af þessu eins og ég get. Ég alveg gerir ráð fyrir því að þurfa að fara nokkrar umferðir af þetta. Kosturinn við þetta er að þetta rýkur eins og andskotinn. Hérna er gat sem ég þarf að fylla á. Ég ætla að gera það bara með P38. Nú bara leita ég að misfellum og setja þetta fylliefni í.
eins og sést þá er þetta byrjað að harðna undir eins. Meira segja á spaðanum sem ég er að nota. Nú þarf þetta að bara taka sig aðeins og það tekur svona kannski hálftíma, þá er þetta orðið alveg vel þess virði að pússa það. Það sem ég þarf að gera núna er að pússa þetta og ég nota svona pappír, hann er ódýr og hann er af styrknum 400. Til þess að pappírinn endist eitthvað þá ríf ég hann í svona litla búta eins og þetta og ég bleyt hann pínlítið með vatni bara úr úðabrúsa. Ef ég ger það ekki þá fyllist hann undir eins, en með því að nota svona úðabrúsa þá bleytir maður bara pappírinn rétt aðeins og pússa síðan. Og ég er ekkert að leggja einhver kraft í þetta, bara að gera þetta laust. Pappírinn vil límast strax niður við. Hérna sést að þetta er alveg fullt, þannig að nú skóla ég bara með vatninu aðeins, þá er það farið að mestu aftur og ég held áfram að pússa. Þegar að pappírinn er orðinn illa nothæfur þá sný ég honum við, nota hinum megin. Það er ágætt að byrja því að hafa hann aðeins blautan. Það sem er markmiðið núna, það er að ná niður fylliefninu. Grunnurinn hverfur að vísu allur líka, en það er ekki markmiðið núna. Það er bara að slétta niður það sem maður hefur sett fylliefni. Það er líka mjög ábyrgandi þegar maður pússar svona með 400 pappír hvað þetta verður slétt. Ef ég dreg fingurinn eftir hérna þá heyrir maður að þetta er óslétt, en hérna allt annað hljóð. Þetta er orðið alveg rennislétt og fylliefnið hérna er orðið slétt, og ef ég finn einhverjar misfellur þá myndi ég bara fylla í þar eftir. En ég ætla að halda áfram að pússa hérna og hér að neðan. Það eina sem ég þarf að skoða hérna neðri brúnni, það er fylliefnið hérna í kringum þetta horn. Og þá getur verið gott að vera með grófan pappír eins og hér.
En ég má ekki setja hann hérna niður á. Ég held honum að horninu og reyna að pússa frá hérna. Það er smá fyllefni upp á hornið. Það má fara. Eins getur verið sniðugt að bara hreinlega tálka þetta með hníf. Þá fer maður eins rólega og varlega eins og maður getur. Það sést á litnum að þessu P38 að það fór dálítið mikill herðir í hann. Þannig að það er í rauninni frekar brothætt og leið maður rennir hnífnum á þetta þá tekur hann þetta. Ég held að það séu engar fleiri misfellur hér, en ef þar væru þá myndi ég fylla í þær eins og ég gerði hér. Ég var búinn að pússa þetta alveg niður og hérna sést hvar fyllefni situr. Síðan þurfti ég að setja aðeins meira hér og ég ætla að skella sandpappírnum á það.